Við erum búin að taka 3 myndir inn í verkefni 5 og móta í wordart.com. Ég ætla að sýna ykkur 2 í viðbót og síðan megið þið ráða bara hvernig þið vinnið myndirnar. En hérna þarf ég að byrja á að fara inn í Words og hreinsa út það sem ég var með síðast. Og ég ætla að fara inn á þessa síðu hér, það er tengill á heimasíðunni minni, og ég ætla að leita að pasta. Og það eru 10 myndir sem ég fæ upp á ensku og sendi, og ég smelli á þær allar myndirnar, ég get valið fleiri ef ég vil, og submit. Og síðan tíni ég út orð sem mér finnst passa við þetta. Það er hérna ótal mörgum orðum ótal mörg orð sem við getum valið úr. Sjá, við komum hérna með 14. 18, við velja svona 20. Svona. Þá smelli ég hér, ít á Ctrl og C, fer inn í Wordart, import, tek út þetta sem var hér og Ctrl V. Og þetta má vera svona í beinni línu eða niður. Import og svo fer ég í Visualize og ég fæ sömu mynd og áðan og sama letur, þannig að ég ætla að byrja á að velja mynd. Sjá, nei, ég ætla að velja bara úr hérna öllum, þá er ég fljótari. Veljum bara hérna svona Visualize og getið valið alltaf breytt en farið í Visualize á milli. Þá kemur þetta svona. Að velja leturgerð, ég ætla að hafa eina leturgerð í þessu. Sjá hvort að þessi er í boði, já. Visualize hérna. Kemur ein leturgerð bara og í layout að hafa þetta svona og í style, ef ég vel custom, þá kemur þetta svona. Ég þarf ekki alltaf að smetla hérna Visualize á milli en ég geri það í lokin. Hérna sjáu þið að orðið food er með stærsta letrinu og Italian. Þegar ég breyta og hafa pasta stærst, ég ætla að hafa það bara í 6 og nú ætla ég að smetla á Visualize og sjá hvernig þetta kemur út. Þá kemur þetta svona. En eins og ég hef sagt, þá megið þið velja sjálf útlit og ég fer hérna í download, tek annarkvort þessara, skiptir ekki máli. Ít á hægri mús, afrita eða copy, fer inn í Word-skjalið og lími og minnka, annarkvort handvirkt eða beint hérna á picture format. Ég ætla að fara aftur hérna inn í keyboard, fara tilbaka og velja hérna Rómeó og Júlíu. Og þið megið velja annað ef þið viljið. Submit og fæ ég hér upp orð sem að tilheyra Rómeó og Júlíu. Þá komið hér. Og smelli hér, Ctrl C, fer inn í Wordart. Ég þarf ekki að eyða út þarna, ég get gert það hér. Import Words. Sjáum hvernig þetta kemur út, það fær sama útlit, það fær þetta ský sem ég valdi. Og hérna kemur Juliet og Romeo ef ég vil hafa þetta aðeins stærra. Hérna, shapes,
Þá held ég að sé vel við hæfi að hafa hjarta einhvers konar. Þetta kemur svona. Ef ég vel þetta, þá kemur þetta svona. Þannig að þið megið bara velja sjálf. Hýta á hægri mús og vel þetta hér. Sækið það. Hýta á hægri mús. Afrita myndina. Fer inn í Word-skjalið. Og ég ætla að minnka hana. Þá kemur þetta svona. Endilega prófiði bæði að skrifa orðin sjálf eða sækja lista á netinu eða fara inn í ensku hjálparsíðuna sem að leitar að reyndar bara að enskum orðum en það skiptir ekki máli. En ég ætla að vista skjalið og loka því. File og close.